Kynlaus æxlun þegar lífvera fjölgar sér án þess að það komi að neinn annar. Þá í raun, þetta mjög algengt til dæmis hjá bakteríum, þær skipta sér bara og frumur skipta sér og þá verður til einstaklingur sem nákvæmlega eins og lífveran sem skiptir sér. Þetta líka til hjá plöntum þar sem þær fjölga sér með knappskotum eða rótarskotum. En það sem gerist fyrst að afkvæmið sem verður til nákvæmlega eins og foreldrið, að þá verður ekki mikil fjölbreytni við kynlausa æxlun. Kynæxlun þegar hinæxlunin, þegar að tvær lífverur koma saman og blanda saman erfðaefninu, þá verður til miklu meiri fjölbreytni. Kosturinn hins vegar við kynlausa æxlun hún miklu einfaldari. Maður þarf ekki að finna annan einstakling eða koma kynfrumunum einhvern veginn saman. Það hægt að gera þetta bara einn og sjálfur, en út af því hvað það vont í raun og veru að fjölbreytileikinn verður minni við þetta, þá þetta algengara að lífverur noti kynæxlun heldur en kynlausa æxlun, nema þessar minnstu eins og til dæmis bakteríur.